Sæl veriði, Ívar hér og velkomin í Flugusmiðjuna. Í þetta skiptið ætlum við að nýta flugu sem að búið að biðja en þetta er búið að nýta þessi flugu áður en þetta en Egill Gunn sem að baða þetta, sennilega Egill Gunnarsson eða Egill Gunnar eða einhver, allavega Egill Gunn heitir hann á YouTube og hann bað mig að nýta kröflu sem að myndi passa í silungsveiði og við erum náttúrulega sjálfsögðu eins og jólasveinni verðum við öllum óskum en það er ekki náttúrulega eins og allavega þeir sem þekkja mig hálfgerður jólasveinn en við byrjum á því að nota þessi Semperfly tökum Semperfly Nanosilk 50 denier og við erum með krók sem er bara traditional nymph frá Arex við byrjum að festa þessu þetta niður sína ykkur þetta eftir hann er svona traditional nymphin er svona, já, svipaður og B175 Kamasan við erum að nota þennan krók nummer 8 í þetta hann er hér, traditional nymph frá Arex, stórskemmtilegi krókar það er ekki mikið sem getur nýtt á nummer 8 en 8 passar alveg fullkomlega þetta þetta er flugan krafla þannig að við þurfum pekkar í svínsár til þess að kraflan sé eins og hann á að vera þetta hér er ekki pekkar í svín fyrir þann sem að tekst að giska á það hvaða efni þetta er hann má eiga fluguna og hvað við segja 10 aðrar flugur í viðbót sem ég nýtti hérna á rósinni bíóflugurnar setið í komment hvað ég haldið þetta sé og ef einhvernig tekst að giska á það og þeim fyrsta sem tekst að giska á það eða þeirri fyrstu hann fær þessa flugu að launum á samt slatt af öðrum góðum geggjum flugum og þetta sé hérna heima tilbúið pakkar í svín say no more sko og já, sjá hvernig fyrir þetta jú, þetta er flott þetta er bara nokkuð flott já, heima tilbúið pakkar í svín hugsið ykkur það er mikið á sig lagt sko af því að það er ekki hlaupið að því að fá pakkar í svín í dag út í nýtingarbúð það er hægt að panta þetta held ég utan og eitthvað svoleiðis en þetta er ekki notið þetta ekki það mikið og það er náttúrulega hægt að redda sér með kröfluna skítrætting er bara að nota hana fannir það er að segja stilka af funnum af hana fjörum segi en tilbúið stendur og svo getur giska á hvað þetta efnir það þarf að vera hárétt og það þarf að vera ekki nóg að segja yfirtegundina dýrinu heldur þarf að vera undirtegund líka ég ætla ekki að gefa ykkur meiri upplýsingar en þetta en eins og kemur náttúrulega að því að þetta er krafla þá verðum við með svona aftan álið sjáðu svart og rautt við ætlum að nýta hana með svart og rauðu nýtum hana svona nýtum hana með svört og rauðu af því að við gerðum laxa kröfluna sem við gerðum þetta árið hún var úr appelsínugulu og hvítu svona þessum hefðbundnu kröfluleitum sem að ég held að hún hefði nú örugglega verið nýtt fyrst í og það þarf náttúrulega ekki að taka fram að Kristján Gísla sonur höfundur kröflunar það voru einhver að rífast á Facebook daginn og hann segja að krafla væri frá Kanada ég var ekki alveg tilbúin til að kaupa hún væri frá Kanada og þurfti að leita þarna taka mynda grein og þetta er grein hérna í flugunýtingablaði til þess að sýna og sanna okkar mál hérna okkar Íslendinga sjá, þá kemur þetta hérna þá myndast svona brúskur aftan á fluguna með þessu og þetta verður svo undir búknum bara sjá, þetta er svona dálítið hryssingslegt fyrstum sinn en það venst svona standa hárin hérna aftan úr henni ég held þetta svona voru það aðeins út úr þessu svona ég held að kröflunni séu upphaflega ætlaði að líka eftir einhvers konar rækju ég eiginlega bara
þó að hann Kristján hafi átt flugu sem að hét rækjuflugan eða rækjan, þá þetta það líkt rækju. Það eru fálmarar á þessu og hvað sé stand út. Þá held ég einhvern veginn að það hafi verið pælingin hjá honum þegar þessi fluga nýtt. Það reyna líka eftir einhvers konar rækju. Rækju líki og það eru náttúrulega góða flugur. Þið vitið það, þetta er kaffibollafluga. Þið sett pása á vídeóið og náðu ykkur í bolla, þetta tekur smá tíma að nýta kröfluna ef að gera hana sæmilega. Já, það sýnir ykkur kúlurna, við erum með 3,8 tungsten bít. Þetta sem sé Tural tungsten. Þá byrjar ballið. Það við byrjum á ávölu, þessi óval gulli. Það erum við með hér. Það Semperfli Oval Gold. Og vöfin á kröflunni Oval Gold, þannig við notum hana og styðumst við hana. Svona. Og svo af því að þetta svört og rauð krafla, það að segja rauður ráðandi liturinn í henni, en svartur auka, þá erum við með svartar hanafjaðrir hérna, eina svarta hanafjör. Við festum hana niður fyrst, svona. Klipum þetta í burtu, stilkinn hérna. Og svo koma rauðu fjaðrirnar eftir smá stund. En þá látum við rauðu fjaðrina vera hérna undir, ekki á sama stað og hinna. Og við þurfum að jafna endan á þessu. Gerum við bara hérna. Svona. Svona. Og svo ef þetta svona silungsfluga fyrir urriða og bleikju kannski, þá til þess að styrkja fluguna, ég viðurkenni það, ég alltaf latur við það hérna á rásinni, þá rosalega gott að skella súperglúi á búkinu á þeim, bara eina umferð uppi og niður. Þetta þarf ekki að vera mikið, þetta er bara rétt svona aðeins touch, að þetta eykur líftíma flugunar alveg heilan helling. Og þá byrjum við að vefja. Og við erum að passa okkur alltaf þegar við erum með svona flugur, það að fjaðrirnar sem við notum séu nógu langar. Og í þessu tilfelli erum við frekar stuttafjaðrir hérna. Þetta svartafjörun ok, en þessar rauðu eru styttri og erfiðari. Það við þessu hérna alveg fram á. Festum þetta hana varlega niður. Nú lítur flugan út eins og svona einhvers konar galdralöp. Djók. Þið vitið hvað ég var að segja þetta. Og svo kemur aðalliturinn. Og það alltaf hægt að skera, klippa eina í burtu ef að mönnum finnst of mikið. Og mér sýnist, við prófum þetta. Prófum að vefja þetta hérna. Sjá. Svona. Svo við ætlum náttúrulega að fara með nál í gegnum allan búkinn á flugunni. Kannski byrjum á því hérna aðeins, af því að það fer fullt af fönum undir hvor aðra. Það nú bara stór hluti af vinnunni með kröflufluguna, að láta alltaf fanirnar vera á þeim stað sem við viljum hafa þær. Svona. Svo læsum við þetta niður með tvinnanum hérna og þá þarf að jugga tvinnanum í gegnum, sjáum við, þannig að sem fæstar fanir verði eftir.
Þetta verður svona frekar rauðleitt. Við hefum getað haft 2 og 2, það er bara smekksatriði. En þá klippum við þetta hérna í burtu. Þessar hérna eftirstandandi fanirnar hérna og passum okkur að íta sem sé þessu með puttanum í burtu. Þannig við séum örugglega ekki að klippa tvinnan. Það er fátt meira pirrandi. Núna þá tökum við 2-3 alveg góða þéttingsfasta vafninga hérna, þannig nú er þetta bara kjurt. Áður við förum með gullið í gegnum fluguna, þá vill ég allavega á þessu stigi fara í gegnum hana með nálinni. Svo er ekkert gali með þetta. Það er að fara með bustan í þetta, bustin líka, bara gamall tannbursti. Kannski full gróft að fara með dubbing busta í þetta, hann getur rifið þetta því hann er úr oftar en ekki málmi. Því á ekki eins og er gamlega dubbing busta. Þetta stendur allt í bóta. Svo þeir hann að ná svona þessum fönum hérna og koma þeim. Þannig að standi allar út. Þannig við viljum hafa það þannig þegar við klippum fluguna á eftir. Og þetta er eins og þessi, þetta er vanda vinna og þessi fluga er tímafrek. Og eflaust finnst einhverjum allt og tímafrek fyrir bara eina flugu. En þá er flugan orðin þannig eins og við viljum hafa hana, svona næstum því. Og snúa kúlunni hérna, hann þetta falli allt og rétt og vel inn í. Ég ætla ekki að fara með gullið yfir þetta strax, heldur ætlum við að klippa, byrja á því. Þetta er hérna messy part af kröflunni. Ég segi ekki að við fókið í mig þetta meðan hann Kanada búa frá, ég veit ekki hvað hann í Kanada var, hann sagði að það héti krabla, með 2 b-um, krabla. Hún sagði að fullötu við mig að þetta væri kanadísk fluga. Ég sagði bara nei, rólegur flati. Krablan er alíslensk. Þetta er forklippingin, svo þessi förum við bustum hérna, lausu hárin í burt og svona. Og nú erum við komin með, nógu mikið til þess að fara með hérna, gullið í, sjá, það er hérna, syngja við þessu næsta sem á ekki að vera. Og það þurfum að vefja svona, þá þarf að jugga gullinu hérna inn á milli. Nauðsynlegt. Svona. Þannig að sjáist. Og taki sem fæstar fani með sér niður. Við viljum að reyna að koma í veg fyrir það með kröfluna. Svo klippum við á þetta og svo gerum við bara hnút og þá hefst alvöru þessi klippingin á flugunni sem er, hún er alveg vandaverk. Það má setja hotspot hérna í hausinn á henni. Rautt glóbrætt væri möguleiki líka sem svona hotspot, en við viljum ekki gera það. Þá kemur hausnútur á þetta og svo fer loka klippingin á henni hérna fram eftir smástund. Ljósið að stríða mér hérna. Það er að flökta þetta litla ljósið sem ég er með. Þannig að trufla ekki myndina. Þá er klippingin eftir. Ef við lökkum hann ekki fyrir hann að búa að klippa. Og við notum fyrstum sem notum við væsinn bara sem sé stati og ég er með olnbogann hérna á borðinu til þess að tryggja það að hendin á þessi stöðugri.
en við náttúrulega náum bara ákveðið miklu hérna. Svo til þess að endanlega klippa fluguna, þá myndi ég kjósa að klippa hana bara hérna í höndum og setja hana í svona haglplægir hérna. Hún hér, næstu því tilbúin. Og klippum við hana bara, sjáu þið. Svona. Og náum við lengra hérna, sjáu þið eftir á. Og svo getum við snúið henni við líka. Klippt hana hérna niður, svona aftan frá. Það nú verið svona eins og jólatré. Þetta að koma jól. Það náttúrulega líka hægt meðan að setja hana öfuga inn í vasinn. Svona gleyma því. Svo klipputækni alveg stórkostleg. Sjáum hvernig það virkar. Og svona, þá hún orðin að verða ásættanleg. Það aðalega hérna öngulbuginn og það sem að krókurinn sjálfur það sem erfið að beita skærunum. Það alltaf hægt að reyna. En það má heldur passa sig að klippa þetta ekki of mikið. Þetta dálítið vandi að klippa kröfluna. Ég hef aldrei lært það, bara gert þetta svona. Ekki lærði ég að Kristjáni því miður, en ég hann sáttu við kröfluna eins og hún hérna, þannig að þá bara loka líkurinn bara bursta. Þetta og sjáu þessi hár hérna, eða fjaðurstilka, það allt í lagi þó þeir séu þarna. Þeir bara leggjast aftur í vatninu þegar þeir fara að draga fluguna. Það ekkert annað sem gerist. Og þá kraflan bara tilbúin eftir hann Kristján heitinn, mistara. Þá ekkert annað eftir en bara lakka á henni hérna, lakka yfir það sem hnúturinn Og ég hef notað svona píngu litlar appelsínugula kröflur í eins og raunsfjörinn. Þær hafa komið á óvart. Og þessu kannski ekki endilega fyrsta val. En þá ekkert annað að gera nema að bara herða límið með ljósin okkar, góða. Og ég bara, eins og sé, þakka kærlega fyrir áhorfið með endilega setja like á vídeóið, deila því og gerast áskrifendur á rásinni. En þangað til næst, þá sjáumst við hress og kátt í næsta vídeói. Takk fyrir.